Við erum hérna með lítið veldadæmi. Sjáðu hérna, þetta er 3 í þriðja sinnum 3 í fyrsta. Ég ætla að benda á að það getur verið mjög klókt að skrifa fyrsta veldið þar sem að það er, svo maður gleymi því ekki í öllum þessu reikningi. Sem sagt 3 í þriðja sinnum 3 í fyrsta deilt með 3 í öðru. Taktu eftir, þetta er allt sami þristurinn hérna. Þessi þristur og þessi þristur. Það er þá verið að stýra okkur inn í þessa veldareglur. Hér eru 2 veldareglur, veldaregla 1 og veldaregla 2. Það eru 5 í heildina en við sjáum bara hérna 2. Þurfum bara að nota þessar 2 hér. Því að taktu eftir, það er verið að margfalda 3 í þriðja sinnum 3 í fyrsta. Það er verið að vísa okkur í veldareglu 1. Því að þegar við margfaldum saman, sama atriði A hérna, og A er í endaveldi og A er í endaveldi, þá getum við bara lagt sama veldin. Kemur þá 1a í veldinu n plus m. Og ef þú skoðar hérna efri partinn á þessu dæmi, þá erum við að fara að leggja saman þetta veldi hér og þennan ás hér. 3 plus 1. Og við skulum bara gera það. Við fáum þá 3 í veldinu 3 plus 1. Það eru 4. 3 í veldinu 4. En okkur tekst nú að flækja dæmi örlítið, því taktu eftir að það er verið að deila með þessum 3 í öðru veldi. Þá er hann að stýra okkur í þessa veldareglu númer 2, því að þegar við erum með a í enda deilt með a í enda, þá erum við að fara að draga, þá er það n mínus m, þá drögum við m-ið frá n-u. Sem sagt, þá kemur hérna mínus, og veldið 2 er á deilt með 3 í veldinu 2, þá kemur hérna mínus 2. Og þá erum við raun og veru bara að fara að reikna út þetta hér. Þristurinn kemur, hann kemur bara í sínu hlutverki, en 3 plus 1 eru 4. Og hvað eru 4 mínus 2? Jú, það er 2. Og af því þetta er tala í veldi, þá vil ég klára þetta. Ég vil klára í töluna. 3 í öðru veldi er 9 og það er lokasvarið. Takk fyrir.